Þannig eftir tap á móti Keflavík, þú áttir hörkuleik, hvernig er svona fílingurinn eftir leikinn? Fílingurinn er fínn, mér fannst við spila ágætlega fyrir hálfleik en svo bara einhvern veginn gáum við eftir í seinni hálfleik og það sýndi sig bara og við töpum með 20 stigum, það er svona eiginlega það sem við tókum út úr þessu. Já, ég tók svolítið eftir því að þið byrjuðu bæði fyrsta og annan leikluta svona svolítið brösulega. Svo kemur leikli og þið komist alveg ágætlega inn í leikinn, bæði í fyrsta og öðrum. Hvað er það sem þið ræðið í leikliðinu? Ég held að það sé bara komið aðeins meiri orku, gefa okkur allir í þetta og eins og í svæðinu ef við gefum okkur allir í þetta þar þá ætti það að virka ágætlega sko, og ég held að það hafi virkað á köflum í dag. En í seinni hálfleik þá voru þeir svona, kunna þeir aðeins meira á þetta og voru að skora út úr því sko, þannig að við erum bara að vera betri í svæðinu. Fannst þér ekki vanta svolítið erfitt kannski að spila núna þetta heimavelli og engir áhorfendur? Jó, það er mjög skrítið sko, það er oftast frekar mikið af fólki hérna og mikið læti og við erum bara að venjast þessu. Þetta geti orðið svona óttar í vetur og við erum bara að venjast þessu. Mér fannst við vera góðir í að búa til orku að bekknum en svona er þetta bara. Nú kom smá upp svona fyrir leikinn að mögulega að þið vilduð að hann færi ekki fram. Hvernig var svona stemningin fyrir leikinn? Ég held að stemmingin hafi verið ágætt. Mér fannst þetta sérstakt að leikurinn fór fram sko, en leikurinn fór fram og við gerðum okkar allar best í þessu leik. Þannig að stemmingin var bara svona, já, bara venjulegur leikdagur einhvern veginn. Takk fyrir.